Hæ, í þessum myndbandi ætlum við að tala um emojis. Emojis eru stafrænar táknmyndir sem þið getið bætt við skilaboðum, til dæmis í samskiptum eins og í smáskilaboðum eða á samfélagsmiðlum, til þess að tjá ákveðnar hugmyndir eða tilfinningar betur. Það eru til margvíslegar gerðir af emojum, til dæmis fyrir andlitssvipbrigði, algengar hluti, þekkta staði og kennileiti í heiminum og dýr og svo framvegis. Emojis eru búnir að tröllríða heiminum og það er mjög líklegt að þið rekist á þá einhvern tímann þegar þið eru á samskiptamiðlum eða tala við vini og ættingja. Áður en við byrjum að stimpla inn emojia þurfum við að vera vissum að lyklaborðið okkar sé stillt á að geta stillt á inn. Þannig við förum aftur í Settings, General, Keyboard og Keyboards. Athugið hvort að möguleikin emoji er undir íslenska lyklaborðinu. Ef ekki, farið í Add New Keyboard og veljið emoji. Og núna þegar ég er í lyklaborðinu mínu og vil stimpla emojia, þá einfaldlega ýti ég broskallstáknið hérna niðri. Og ef þið eru með mörg tungumál þá er þetta hnattartákn og þið þurfum kannski að fletta einu sinni til tvisvar í gegn til þess að fá það upp. En þegar emojiðinu mín eru komnir upp, þá einmitt lítur þetta einhvern veginn svona út. Og þeir eru flokkaskiptir niðri, þannig að hérna til dæmis er ég með alla broskallarna mína, hérna er ég með dýr, svo er ég með mat, íþróttir, einhverja atburði og kennileiti heimsins og svo framvegis. Það er til heill hellingur af þessum emojum og við mælum eindregið með því að þið reyna að fletta í gegnum það alla og finna einhverja kalla sem ykkur finnst skemmtilegir. Eins og núna einfalda til dæmis, ef ég vil stimpla inn þennan hlæjandi kall hér, þá ýti ég á hann og þá stimplast hann inn. Og síðan þegar ég er búinn, þá ýti ég á ABC-tákn hér til að skipta yfir í venjulega lyklaborðið mitt og núna get ég haldið áfram að skrifa inn venjulega bókstafi. Þannig að með emojum er einfalt að krydda eins upp á tilveruna og tjá okkur á svolítið skemmtilegan máta gegnum internetið.